Við ætluðum aðeins að kíkja á svona áhugaverða hluti, stóra sölur og mikli menn, við erum að sjá athyglisverð viðskipti svona sem skarast við kauphöllina og þar er kannski fyrst að við getum sagt bara að Guðmundur í Brim, hann var að kaupa lýsi. Já, sko, við orðum það þannig að Guðmundur í Brim hafi verið að kaupa lýsi, hann er auðvitað stærsti hluthafi í Brim, við erum nú hérna með þessa ágætu mynd hérna bak við okkur og það má eiginlega bara segja það við lesendur og þá sem eru hlustendur og að við erum ofta auðvitað að persónu gera fyrirtækin. Já, í tilfelli Brims er það nú eiginlega ekki hægt annað. Hægt annað og við höfum gert það líka með skel. Nema það að það er verið að kaupa þarna á 30 milljarða. Auðvitað kom þetta verulega óvart, kom mér óvart. Ég hugsaði mér, hvað er eiginlega þarna í gangi? En 30 milljarðar, nú fyrirtækið lýsi hefur skilaði milljarði árið 2023 og ég held að það hefur verið á svipuðum nótum í fyrra, svona með smá fyrirvara, en ef við bara horfum til dæmis núna á þetta graf sem er hérna og þá sjáum við bara hlutabréfavísitölu Brims og þá sjáum við það að Brim hefur aðeins lækkað frá því að kaupin hafði lækkað þessi morgun, þannig að fyrstu viðbrögð markaðar eins og hluthafa sem eru nú að spjalla. Það er bara aftur að það skorti sjálfstörust. Á öðrum tíma hefði svona tilkynning geta ítt við bréfunum. Vegna þess að þau eru mörguleyti áhugaverð. 30 milljarðar, þaraf eru 5 milljarðar í yfirteknu skuldum sem kemur til frádráttar. Þetta er svolítið hátt verð fyrst. Til frádráttar og kaupin. Já, félagið er að skila milljarði. Jú, en þetta er vaffálhutvall upp á næstu 30. Já. Sem er bara, ég meina, á Wall Street ertu með vaffálhutvall. Þú borgar helmingin í hlutabrifum vinni með að gengi 63. Þetta er tiltölulega hátt verð miðað við hagnaðinn þarna en það sem bara er kannski rétt að fara yfir þetta vegna þess að þú ert að tala það hluthafar lýsis fá helming greittan út. Já, það er 25 milljarðar sem þeir fá í raun og veru af því að 5 milljarðar eru dregnir frá kaupverðinu og þá fá þeir helmingin af 25 en ef við bara förum þá yfir þá fá þeir 12,5 milljarð í kass. Já, það sem er kannski í gangi þarna er lýsi þarna við skoðum þetta að sögulýsis að lýsi á í 28 fyrirtækjum, það á meðal hans í hvað Ísey skýri, það á í Mogganum aðeins Árvakri og það á alveg lýsi hefur verið nefnilega ötult fyrirtæki við það að kaupa í sprota fyrirtækjum og það er bara athyglisvert í svona nýsköpun. Stærstu eigendurnir, það er Kata í lýsi eins og hún er jafnan kölluð, Katrín Pétursdóttir, hún á 54%. Hennar fjölskylda afina stofnaði lýsi og þetta er saga fjölskyldunar sem stofnaði lýsi og hún hefur tekið þetta og hún er briljant rekstrarmanneski, hún er náttúrulega með allar skemmtilegustu manneskjum bara sem þú tala við, hún er svo hress og hún er bara svo skemmtileg og orðheppin. Nú Gunnlaugur Sævar Gunnlaugsson hann er þarna með 24% og Erla Katrín Jónsdóttir er þá með 13%. Þetta er svona stærstu eigendurnir. Hvers vegna er verið að selja og það geta verið ýmsar ástæður fyrir því en eitt af því sem ég vil vekja athygli á og kemur örugglega upp í huga þegar svona hluthafar eru almennt að spjalla eins og við að það er þarna í veiðigjaldafrumvarpinu þá komum fram verulegar áhyggjur hjá lýsi þegar þeir sendu inn í samlagsgáttina þá sendu þeir þarna inn sem sagt hvað þeim þættu veiðileyfagjaldið og ein helst ástæða þar var að veiðileyfagjaldi geti haft núna verulega áhrif á hráefni. Lýsi óttast núna að fá ekki nægilegt hráefni inn til sín til þess að vinna lýsi vegna þess eins og stendur þarna, fyrir síðan að útgerð muni hafa meiri arðsemi af því að flytja aflann óunnin úr landi. Þetta er miklu stærra mál í rauninni. Þetta er angi að veiðigjaldafrumvarpinu. Þetta er angi að veiðigjaldafrumvarpinu sem hefur ekkert verið rætt mjög mikið en þannig er allt í einu þessi angi að birtast okkur sem að lýsi hefur áhyggjur af því að fá ekki nægilegt hráefni
og með því að Brim kemur inn í þetta, þá eru þeir að styrkja hráefniskeðjuna sína. Þeir eru að segja, já, Brim er orðinn eigandi og auðvitað setur Brim þá aflann sinn inn í lýsi. Ég mjög áhugavert tekið, sko, en ég held að sé líka áhugavert að skoða, mér skilst að það hefur verið svona vangaveltur og þreifingar skeið í að skrá lýsi. Já, ok. Sérstaklega, vegna þess að félagi hefur yfir miklu sérþekkingu og hefur haft góða markaðstöðu. Selur held ég til 50 landa í heiminum. Já, er bara orðið mjög öflugt og hefur mikla sérstöðu og tæknilega fullkomið. Þannig að, og ég þekkir ekki hvað með mörg vörunúmer, en það voru vangaveltur að skráða. En síðan var ákveðið að fara þessa leið og Guðmundur í Brim hefur nú útlistað að hann sé svona færa sig til í virðiskeðjunni og það er náttúrulega gott að fá aðgang að þeim miklu hvað var að segja, viðskiptasamböndum sem Brim og Guðmundur og hans félög hafa yfir að ráða. Og þannig að þarna er verið að veðja á, ég myndi segja svolítið, þetta er alveg ákveðin hátækni sjávarútvegur vegna þess að ég var eftir því þegar Vestmiðan var sett upp hann út á Granda, þá fór ég sem blaðamaður og tók viðtal við Katrínu og ég var dálítið hissa hvað þetta var fullkomið og hvað þetta var mikil tækjabúnaður og svona flókið ferli sem var verið að vinna með. Ég er ekki að segja þetta sé svona eins og lyfjaiðnaður en þetta var samt þetta er inn á hollustulyf og þetta þarf að lúta mjög ströngum vinnuferlum allar þessar vörur vegna þess að þetta er náttúrulega matvörur. Og síðan gerist það nú félagið var skuldsett eftir þetta og síðan gerist það eftir hrun að það voru miklar skuldir á félaginu og þá kom Eyjafjölskyldan inn í sem að Gunnlaugur Sævar hefur náttúrulega mikil tengsl við sem sagt Ísfélag Vestmannaeyja og þeir kom inn með nokkuð stóran eignarhlut inn í félagið svona til að styrkja það. Komuð þetta inn bara 2010. Já, Guðbjörg kom bara mjög sterk eftir hrunið. Já. Síðan hefur hún selt aftur. Já, það hefur verið svona smá saman hefur hún minkað hlut sinn og enda var það til þess að styðja við að félagi og eins og Katrín segir núna það hefur verið ái erlendra aðila á að fjárfesta í félaginu. Markaðurinn er erlendis. Já, og við höfum séð að það kannski, það er mjög áhugaverð íslensk fyrirtæki sem að í tengdu sjávarútvegi sem að hafa farið í erlenda eigu að lokum. Þannig að ég segir nú svona ákveðin hátt, það er auðvitað gott að fá inn fjárfesta, ég er ekki að segja það, en ég er nokkuð sáttu við að þessi leið sé farin núna. Ég hef trú á að tengsli við Brim muni verða félaginu til góða. Og við sjáum, þú nefndir fullt af dótturfélögum hjá Lýsi, ég bara áttast ekki alveg á því hvernig það mun fara, hugsalega verður það fært í einhverju sérfélag eða fært til eitthvað. Já, sko, það geti alveg séð það fyrir sér. En svo má líka eins og þú sagðir þetta, sko, hefur verið vangaveltur með að Lýsi færi inn á hlutabréfamarkaðinn. Sko, með því að verða hluti... Það hefur verið gaman að því, að fá svona félagi. Með því að vera hluti af Brimi, þá ertu náttúrulega, má segja svona, þú komir svolítið bakdæra megin inn á hlutabréfamarkaðinn. Þarna fara mjög stóri hlutafar inn í hluthafahóp. Verða eigendur í Brimi og eru þar með komnir inn á hlutabréfamarkaðinn. Já, og þetta er auðvitað þekkt leið.